Höldur hlaut á þessu ári menntaverðlaun atvinnulífsins og titilinn Menntafyrirtæki ársins 2019. En verðlaunin eru veitt fyrirtækjum sem skara fram úr á sviði fræðslu og menntamála. Það má segja að fræðslumálin eru tekin föstum tökum strax árið 2006 cirka. Þá stofnaður svokallaður mannauðsskóli Hölds sem að hún Dísa okkar hélt utanum, var svona skólastjóri þá. Síðan þetta kemur hrunið og það verður allt svolítið erfitt og fræðslan kannski svona, hún fer nú ekki í dvala en hún svona minnkar og ekki kannski eins skipulögð eftir það, menn eru bara önnum kafnir í að halda lífi. Og síðan tökum við upp þráðinn 2015. Þá förum við í mjög svona markvissa vinnu. Leigðum okkur sem að kallast fræðslustjóri að láni, þar að segja við fengum símei inn í fyrirtæki okkar og Iðuna sem að vann þetta með okkur og þetta var verkefni sem tók alveg marga mánuði, 6-8 mánuði sko. Svona ég að greina fræðslu þörfina, greina störfin og þetta voru rýnihópar og spurningalistar og alveg gríðarlega mikil vinna og sem að skilaði okkur mjög miklu af upplýsingum. Og út úr þessu komur fræðslu áætlun til næstu 3 ára sem að gilti síðan fyrir 2016, 17 og 18. Og núna erum við að leggja lokahönd á nýja fræðsluáætlun sem fyrir þetta ára næsta og erum byrjuð að vinna eftir henni. Höldur rótgróið fyrirtæki með höfuðstöðvar sínar á Akureyri en starfsemi allt land. Hjá fyrirtækinu starfa 240 yfir veturinn en 320 á sumrin og eru störfin innan fyrirtækisins mjög fjölbreytt og til 60 mismunandi starfsheiti. Þessi fjölbreytileiki kallar mjög ólíkar þarfir þegar kemur að menntun og þekkingu starfsfólksins. Við erum með bifvélavirkja sem að þurfa að vera algjörlega með alltaf nýjasta á hreinu, hvort sem rafbílar eða aðra nýjungar og bílaumbúðin gera mikla kröfur sí og endurmenntun hjá þeim. Svo erum við náttúrulega með skrifstofufólk og við erum með framlínu og við erum með menn á dekkjavestæði, við erum með bílaþvott og bílasala og smiði og þetta svo fjölbreytt að við þurfum að nýta okkur mjög ólíkar stóðstofnanir og gerum það mjög markvisst og síðan þegar námskeiði lýkur þá gera starfsmenn námskeiðsmat þannig að við getum séð hverja við viljum nota aftur og hverja ekki. Þannig að þetta gæðin misjöfni í fræðslunni og við gerum kröfur og reynum að skipta við það sem að standa sér best. Starfsmennirnir sjálfur, hafa þeir eitthvað að segja hvaða námskeið í boði hverju sinni? Núna erum við í tilraunaverkefni með hæfnisetri ferðaþjónustunnar. Og það verkefni gengur út á það að gera þessa könnun á fræðsluþörf svona einfaldari og við erum núna skiptum fyrirtækinu upp í svona 7 hópa og sendum okkur einasta starfsmann bara rafrænan spurningalista í mjög mörgum liðum. Þar sem að starfsmaðurinn haka við hvaða námskeið hann telur sig þurfa og getur síðan bætt inn einhverju bara eigin óskum. Þannig að það er algjört lykilatriði að starfsmaðurinn segi okkur hvað hann þarf að og vill læra. Auðvitað alltaf eitthvað sem við vitum alveg að menn verða að læra eins og bílaleigukerfið og Navision og svona þessi kerfi sem allir þurfa að kunna á. En að öðru leyti viljum við vita hvað starfsmennirnir segja og það kemur okkur oft óvart niðurstöðurnar úr þessum spurningalistum á móti því sem við héldum. Eins og nýjasta dæmi núna, við gerðum núna kringum áramótin könnuna með framlínufólks, hvaða námskeið þau telja sig þurfa á að halda. Og þar skoruðu hæst námskeið sem við höfum ekki áttað okkur á að væri eftirspurn eftir. Það voru atriði eins og hálendisakstuður og íslenska vegakerfið og svona ráðgjöf til ferðamann hvernig á að ferðast landið. Og svo var það sem skoraði líka hæst var ólíkar þarfir, ólíkar menningar, ólíkar þjóða. Og nú erum við í gangi námskeið sem mjög áhugavert þar sem að okkar framlínufólk fær svona fræðast aðeins hvernig þjónusta ég Kínverjan versus Frakkan eða Þjóðverjan eða Ítalinn og þetta hefur skorað mjög hátt hjá okkur og mjög skemmtilegt námskeið. Og nú græðir ekki bara fyrirtækið á aukinni menntun starfsfólks af því að maður býr að sinni menntun alla ævi þannig að það græða allir. Verður var við mikla ánægju hjá starfsfólki með þetta framtak? Já, því meiri fræðsla sem í boði því ánægðari starfsmaðurinn. Það er alveg segin saga. Svona langt flestir. Við erum þetta með svona ákveðna starfsmenn sem að finnst þau kunna allt sem þau þurfa að kunna og eru bara sáttið við sitt og það er bara allt í lagi.
En stundum verðum við að taka starfsmenn líka út fyrir kassan, senda á kannski á svona Dale Carnegie námskeið sem maður reynir svolítið á að koma út fyrir kassan og gera nýja hluti, sko. En allt kostar þetta pening að mennta starfsfólki. Er þetta eitthvað sem að þú myndir segja að myndi skila sig samt meira tilbaka heldur en kostnaður sem fer í þetta og ef við tölum bara önnur fyrirtæki að heldur sé að setja ákveðið fordæmi eða gefa öðru fyrirtækjum ráðleggingar? Við setjum, töluverðar upphæðir í fræðslu, engin spurning, en við erum líka mjög duglegir við að nýta okkur. Það er ótrúlega gott stoðkerfi sem að kannski ansi margir nýta sér ekki. Það er að segja alls konar fræðslusjóðir sem að við nýtum okkur og reynum að vera tæmum okkar hluthafi þeim sjóðum mjög reglulega því að við erum mjög aktív. En lykilatriði í þessu myndi ég segja er að stjórnendur fyrirtækja eins og hér eru stjórnendur mjög velviljaðir þegar kemur að menntun. Og þeir líta svo á að kostnaði við fræðslumál er nú ekki kostnaður, heldur fjárfesting. Men það er bara hugarfarið. Við erum að fjárfesta í fræðslu, við erum ekki að eyða peningum í fræðslu. Og ef að stjórnendur hafa þetta hugarfar, þá held ég að þeir séu á réttri leið. Ef að stjórnandinn lítur á að þetta sé bara eyðsla á peningum, þá er hann að rangur braut í mínum huga. Þannig að það er algjört lykilatriði að stjórn og stjórnendur hugsi svona að þetta sé bara hluti af því við endurnýjum bílaflottan, við endurnýjum tölvukerfið og þetta þarf alltaf að vera í endurnýjun líka. Það er bara þannig.